Hingri ég aðeins, ég hingra. Þingmenn, kæru fundagestir, þið sem að heima sitjið og fylgist með á streymi. Ég vil byrja á að bjóða velkomin þingmennina þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir og Kristján Þór Snæbjarnarson hingað á dag landbúnaðarins og þakka þeim fyrir að vera að verja deginum með okkur. Það verður áhugavert að heyra hvað þau hafa að segja um málefni landbúnaðarins í sófaspjallinu á eftir. Sumarið tók á okkur bændum með silkihönskunum. Þótt vorið hafi vissulega verið sumum okkar erfitt, uppskeran hefur slegið met og ég viss að áratugir eru síðan bændur voru jafn sólbrúnir og sælegir. Nema náttúrulega þeir séu allir að hittast á Tenerife að þess að bjóða mér með. Það getur vel verið. Yfirskrift þessa fundar við erum öll úr sömu sveit, sem vísar eins og auglýsingar okkar í sumar til þess að í okkar litla landi svo miklu meira sem sameinar okkur en skilur okkur að. Við töldum nauðsynlegt að fara í þessa herferð af því að almenningur í dag hefur ekki sömu nánu tenginguna við sveitina og hann gerði fyrir nokkrum áratugum. Fjarlægðin gerir nefnilega ekki bara fjöllin blá og mennina mikla. Hún getur alið á fordómum og ýtt undir tortryggni milli þjóðfélagshópa. Og það engum til hagsbóta eða framdráttar. Fólk sem sjaldan kemur á starfandi bíli hefur ekki sömu þekkingu og skilning á hagsmunum og aðstæðum bænda og fyrirtækja í matvælaframleiðslu og við myndum vilja. Og hvað okkur bændur varðar þá hægt við því að við bregðumst við með þjósti þegar fjallað okkar hugðarefni án nægilegrar þekkingar, að okkar mati að minnsta kosti. Með auglýsingunum lögðum við áherslu á tvennt. Annars vegar að í landbúnaði og matvælaframleiðslu starfar hópur fólk sem jafn fjölbreyttur og Íslendingar eru almennt, hvort sem horft til uppruna, trúar, kyns eða stjórnmálaskoðana og að miklu fleiri hlutir sameina okkur en sundra. Hins vegar vildum við sýna fólki hvað íslenskur landbúnaður og matvælaframleiðsla stór hluti af daglegu lífi fólks. Það líður ekki sá dagur í lífi hvers Íslendings að hann komist ekki í snertingu við íslenskar landbúnaðarafurðir, afurðirnar okkar. Og viðbrögðin hafa verið mikil og góð, enda var úr góðum efni við að moða. Bændur vinna mikilvægt starf og gera það vel. Fólk hefur raunverulegan áhuga á því sem við gerum og almenningur vill okkur vel. Kannanir sýna að almenningur mjög jákvæður í okkar garð og vill kaupa íslenskar landbúnaðarvörur. Það ekki á brattan að sækja hvað það varðar. Landbúnaður og matvælaframleiðsla samofin íslenskri menningu og íslensku samfélagi og verðmæti landbúnaðarins fólgið í ótal mörgum, ólíkum þáttum sem ekki verða allir metnir til fjár. Neytendur sem meðvitaðir þetta mikilvægi landbúnaðar líklegri til að velja íslenskt þegar raðað í innkaupakörfuna. Gleymum því heldur ekki að upplýstir meðvitaðir neytendur líka upplýstir og meðvitaðir kjósendur. Góðir fundarmenn, með því að auðvelda almenningi að skilja aðstæður okkar, starfsumhverfi og þær áskoranir sem við í landbúnaði þurfum að takast á við, við mun líklegri til að ná árangri í öllum okkar samskiptum við stjórnvöld og löggjafa. Eins og þið vitið renna búvörusamningar út á næsta ári og vinna þegar hafin hjá bændasamtökunum
og stjórnvöldum að mótun nýs starfsumhverfis fyrir bændur og íslenska landbúnaðarframleiðslu. Nýtt starfsumhverfi snýst ekki eingöngu um stuðningskerfi eða fjármagn. Það snýst um framtíðarsýn fyrir íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag. Það snýst um hver við viljum vera sem þjóð og hvaða hlutverki við teljum að bændur eigi að gegna í samfélaginu. En í grunninn þurfum við kerfi sem styður við nýliðun í greininni, jafnar samkeppnisstöðu íslenskrar framleiðslu og tryggir bændum sanngjarnar tekjur. Og þessum markmiðum náum við best með vandaðri undirbúningsvinnu og skýrri framtíðarsýn. Ég hef trú á því að þessi vinna muni skila okkur árangri til lengri tíma litið. Samskipti okkar við stjórnvöld hafa almennt verið jákvæð og uppbyggileg, en þar eins og annars staðar geta myndast núningsfletir og fólk farið að tala á skjön hvert við annað. Þannig olli það okkur í bændaforystunni líkt á bændum öllum, vonbrigðum, að lesa það í aðsendri grein á Vísi að til stæði að umbylta kerfi mjólkuriðnaðar í landinu. Vonbrigðin voru að sjálfsögðu þeim meiri því ekkert hafði áður gefið til kynna að til stæði að gera slíkar breytingar. Við höfum komið okkar andmælum á framfæri við ráðherra og í fjölmiðlum og munum fylgja málinu af festu. Það er eðlilegur, jafnvel nauðsynlegur hluti lýðræðislegrar umræðu að fólk takist á. Með rökræðum komumst við að betri niðurstöðu en án þeirra. En það er líka mikilvægt að hoppa ekki umsvifalaust ofan í skotgrafirnar því það getur verið erfitt að komast upp úr þeim aftur. Góðir gestir, ég hef tröllatrú á að saman nái fólk meiri árangri en sitt í hverju horni. Það er í eðli manneskjunnar að vinna með öðrum að sameiginlegu markmiðum. Sameiginlegir hagsmunir okkar sem hér eru samankomin eru miklu meiri en það sem skilur okkur að. Samvinna er í mínum huga ekki sama blótsyrðið og það er hjá sumum eftirlitsstofnunum þjóðarinnar. Hvað er ferðaþjónustan án landbúnaðarins og íslenska bóndans? Ég fullyrði að ekkert myndefni er almennara í markaðssetningu ferðageirans á Íslandi en búfénaður, einkum ærin og hesturinn. Og ferðaþjónustan hefur sömuleiðis verið mörgum bóndanum lífsnauðsynleg búbót. Eins eru bændur, afurðastöðvar og verslanir alfarið háð hvert öðru og geta ekki án hvers annars verið. Þetta eru að sjálfsögðu augljós sannindi, en það er mikilvægt að minna sig á þessi sannindi öðru hverju. Því það eru alltaf einhverjir sem telja sig hafa hag af því að stía okkur í sundur. Að etja bændum, afurðastöðum, verslunum og neytendum hverju gegn öðru. Góðir gestir, ég vona að mér fyrirgefist það, svona í ljósi stöðu minnar sem formaður bændasamtakanna, ef ég tek mér það bessaleyfi að tjá þá skoðun mína að af öllum þeim mikilvægu aðilum sem ég nefndi hér á ofan sé bóndinn sá sem skapar grundvöllinn að velgengni hinna. Engin bóndi, engin matur er setning sem mörg okkar tengja við. Það skiptir því okkur öll máli, mjög miklu máli, að hægt sé að starfa í landbúnaði á Íslandi og hafa af því sómasamlegar tekjur. Að ungt fólk geti fundið framtíðina í landbúnaði aðeins að sökkva sér í óviðráðanlegt skuldafen. Að svigrúm sé til hagræðingar og fjárfestingar í greininni. Ég legg áherslu á að þrátt fyrir allt þá skilar landbúnaðurinn samfélaginu miklum og vaxandi tekjum. Hann er gjöful en ekki íþyngjandi undirstöð atvinnugrein í landinu. Hann skapar þúsundum bænda vinnu og býr til enn fleiri afleidd störf. Greiðir skatta og gjöld til hins opinbera og kaupir vörur og þjónustu af einkaaðilum. Ég er að eðlisfæri bjartsýnn maður. Ég hef trú á íslensku landbúnaði, ég hef trú á íslensku samfélagi. Ég hef trú á íslenskum almenningi og því að hann standi með bændum í okkar kjarabaráttu. Ég hef líka trú á því að ríkisstjórnin hafi raunverulegan metnað til að standa vörð það góða íslenskum landbúnaði og styrkja hann til frekari sóknar. Síðast, en ekki síst, hef ég óbilandi trú á íslenskum bændum. Og nú segi ég í dag landbúnaðarins 2025 setta.
Ég vil biðja Margréti Gísladóttir, framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í landbúnaði að taka við og stýra fundi. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk fyrir þetta, Trausti. Sælveriði og veriði öll hjartanlega velkomin á dag landbúnaðarins, bæði þeir sem eru hér með okkur í salnum og þeir sem eru að fylgjast með í streymi. Í ár, eins og Trausti kom inn á, þá fundurinn undir yfirskriftinni öll úr sömu sveit. Í dag ætlum við að heyra nokkur erindi frá aðilum sem að koma víðsvegar að. Annars vegar munum við heyra aðeins svona eftirspurn frá neytendum, hvernig neytendur eru að upplifa íslenskar landbúnaðarafurðir, alveg yfir í eftirlitsiðnaðinn og hvort og þá hvernig eftirlitsiðnaðurinn í rauninni að styðja við, eða jafnvel ekki, þau markmið að færa íslenskum neytendum vörur eftir þeirra óskum. Við munum einnig fara hér í sófaspjall, þetta sófi, hér á eftir, þar sem að Guðrún Hafsteinsdóttir og Kristján Þórður Snæbjarnarson munu koma og setjast hérna hjá okkur og fara þessi pólitíkina. Mig grunar að þau hafa kannski ekki alveg gert ráð fyrir þeim hitamálum sem nú eru uppi í landbúnaðinum, en við munum auðvitað spyrja að því og önnur atriði sem eru í gangi á vettvangi stjórnmálanna og koma landbúnaðinum við. Í framhaldinu á því þá ætlum við að taka hérna panelumræður, við ætlum að fá fulltrúa víðsvegar að, annars vegar úr ferðaþjónustu, verslun, starfandi bónda, úr menntamálunum og við ætlum aðeins að tala það hvernig við erum einmitt og kannski að spyrja okkur, erum við örugglega öll úr sömu sveit og hvernig samspil mismunandi geira gengur upp og hvernig landbúnaðurinn kemur inn í þetta allt saman. Að því sögðu, þá vil ég bjóða hér upp á svið konu alla leið frá hinu víðfræga landbúnaðarhéraði Skerjafirði. Hún hefur af kostgæfni og natni hugað að húsdýrum í húsdýragarðinum og sem örugglega að verða ein mikilvægasta tenging hins almenna Íslendings í Reykjavíkinni við landbúnað og húsdýr í dag. Vinsælustu landbúnaðarafurðir heimilisins koma frá kúabændum og garðyrkjubændum, það hin heilaga tvenna, tómatar og ostur. Ég ætla að bjóða hér á svið Stellu Björk Helgadóttur frá bændasamtökunum. Hún ætlar að fara hér yfir það hvernig matur og menning tengjast og ímynd landbúnaðar. Stella, gjörðu svo vel. Fyrir það, Margrét. Ég ætla kannski að byrja á því að sýna ykkur myndband sem við gerðum í tilefni dagsins. Þar sem við ræddum meðal annars við framleiðendur eða sem að bera fram matinn okkar úr íslenskum landbúnaðarafurðum. Þráiniti, ég veitingahúsaeigandi á Óks og Súmak á Laugaveginum í Reykjavík og matreiðslumaður og byggi Óks svolítið út frá því að við erum að nota eins mikið íslenskt eða bara öllu leyti íslenskt. Við erum að segja sögu af mat og söguna af hverju að gera þetta, af hverju veljum þetta hráefni og reynir bara heildarpakkinn. Fyrir okkur á Óks það rosalega mikilvægt að hafa tengsl við bændirnar til að geta sagt þessa sögu og líka bara ná upp besta hráefni sem við getum náð í á Íslandi og hafa gott samband við bændirnar upp á hvað við viljum kannski sjá, þá geta þeir kannski gert eitthvað fyrir okkur sem þeir myndi ekki gera annars. Bændirnir svolítið í okkar liði, þetta bara eitt lið sem þeir eru að rækta, við tökum við gerum eitthvað úr réttunum og segjum sögu bændanna og okkar til gestana. Þetta ekki bara matur, þetta ekki bara fæða, þetta upplifun að mörgu leyti í bragði, bara tengingu við gestin og öllum bara. Þess að Óks þá gestin mjög mikið áhuga á því að vita hvaðan hlutirnir koma. Við vilja heyra sögur bóndan þess aftar.
Þannig að þetta lítið staður og við erum kannski svona að sé öðruvísi, þetta eru margir aðra staðir á Íslandi. Á Óks erum við að byggja náttúrulega réttinu upp út frá hráefninu og eina sem ég segi bændum það bara halda áfram, við þurfum á okkur að halda. Þetta er grunnurinn, við byggjum ekki á sandi, við þurfum góða grunn til að byggja veitingastæði og þeir eru það. Ég heiti Sigríður Hrefna og ég er forstjóri Nóa Sirius. Nóa Sirius, eins og allir þekkja, er elsta sælgætisgerð landsins. Við vorum stofnuð árið 1920 sem brjóssykursgerð en erum í dag þá þekktust fyrir súkkulaði okkar. Fyrir okkur þá skiptir gæði og gæða hráefni lykilmáli og þegar við hugsum gæða hráefni að þá sjálfsögðu, þegar við tengjum okkur við landbúnaðinn, að þá er það mjólkin sem öllu skiptir en hún er lykil hráefni í rjómasúkkulaðin okkar en þar notum við bara íslenskt mjólkurduft. Ég er sem sagt í hjóninni og veitingastæði Stykkishólmi sem heitir Narfeyrastofa og við erum að starfa ekki hann í 24 ár og við náttúrulega reynum þetta er fremst að megna að nota íslenskar afurðir. Íslenska lambið er náttúrulega bara villibráð. Þetta er aðlið á grösum upp til fjalla, nánast frá því að fæðist og kemur heim og svo fer þetta bara í vinnslu. Þannig að við erum gríðarlega heppin með lambið. Okkar stað, við erum með 95% af okkar kúnnum eru ferðamenn og þeir vilja íslenskar afurðir. Það er bara sama og við gerum sjálf þegar við förum erlendis að við viljum fá hráefni af svæðinu sem við erum að ferðast á. Það er bara stór partur að því að ferðast, upplifa aðra matarmenningu, að fá það sama hvar sem er í heiminum. Það er ekkert að varði það. Þannig að stöndum svolítið upp fyrir stolt af okkar og nýtum hráefni sem við höfum. Það er svolítið mottóið hjá okkur og fara faglega með það. Það gefur bara veitingastaðnum bara miklu meiri dýpt. Hún er blómleg og við erum alltaf að fá fleiri og fleiri góða fagmenn og flotta veitingastæði. Það sem að náttúrulega fólk á að gera með íslenskt hráefni, það er að þú ert með ákveðinn grunn sem er hráefnið, en svo förum við með það í einhverja aðrar áttir, til dæmis í matreiðslu. Það eigum við að leika okkur með, kryddun og framsetning og allt þvílíkt. Íslenskt hráefni har alltaf verið öndvegi á Íslandi. Það er það sem fólk vil. Þetta er það sem við fáum mest respons hjá okkar kúnnum. Það er bara, ef við séum með matur okkar hér, það er bara nummer 1, 2 og 3. Þess vegna ferðast fólk, ekki bara til að skoða kirkjur, þetta er líka að upplifa matarmenningu. Það er bara líklega, það er hráefnið. Ég er Sigurður Haraldsson og ég er kjötiðnaðarmeistari og er með kjötvinnslu og búð og legg nummer 1 áherslu að vera með íslenskt hráefni og við erum með úrvalds hráefni. Við erum með toppvöru og toppvara, hún kostar peninga og við verðum bara að horfast í augu við það. Það finnst mér vera máli og að fólk geti búðum til mín og það veit það að það er að kaupa íslenskt kjöt, íslenska framleiðslu. Þetta er bara öryggisatriði og það er ekkert að velkjast í vafanum með það hvort það er innan eitthvað innflutt eða eitthvað búið það er bara ekki inn í myndinni. Það er mjög mikil breyting í sambandi við neyslu í sambandi við kjöt. Það er eins og ég segi bara, fólk er bara hugsa hvað það er að borða. Það er endalaust að færa sig auka. Og fólk á að gera það, fólk á að vera meðvitað hvað það er að kaupa og hvað það er að borða. Nei, eins og ég segi bara það er bara aðaláherslan er bara íslensku landbúnaður, hann er númer 1. Og þetta eru í mínum augum algjörra hetjur. Að standa í þessu mótbyr ár eftir ár, að fá ekki fyrir vöruna það sem þurfa að fá og vera að vinna aukavinnu til þess að geta framleitt, það er í mínum augum algjörra hetjur og eiga allan heiður skilið. Eins og Margrét kom hér inn á að þá er ég sérfræðingur á markaðssviði hjá Bændasamtökum Íslands og hef einnig unnið að því að koma á upprunamerkinu Íslands staðfest. Ég get kannski að sönnu kalla mig sérfræðinga sunnan, þar sem að mínar tengingar í sveitina áður en ég byrjaði á Bændasamtökunum voru litlar. En í dag þá lifi ég á hræreist í því að lyfta upp íslenskum landbúnaði og vinna því að koma honum á þann stall sem hann á skilið í augum allra. Því eins og við vitum öll að þá er matur ekki bara matur, heldur er hann gríðarlega mikilvægur hluti af menningu okkar
og ímynd Íslands á alþjóðavettvangi. Í myndbandinu sem við sýndum hérna á undan, þá sáum við fólk sem vinnur alla daga með íslensk hráefni á mismunandi hátt. Við sáum sælgætisfyrirtæki, verslun, matværslumenn og eigendur veitingastaða, sem eiga þó eitt sameiginlegt. Þau velja að nota íslenskt. Þau velja íslenskt af því að þau vita hvað það stendur fyrir. Íslenskur matur stendur fyrir gæði, uppruna, hreinleika og menningu. Og eins og þið sáuð, þá er hráefnið svo mikilvægur hluti í þeirra starfsemi. Og það er líka kannski spurning sem við ættum öll líkt og þau að velta fyrir okkur. Hvernig getur matur, jafn hversdagslegur og hann er, mótað ímynd heillar þjóðar? Matur er svo stór hluti af lífi okkar allra. Hann tengir okkur saman. Fjölskyldur sameinast við matarborðið í lok dags, leggja frá sér símann og kúpla sig út úr amstri hversdagsins. Vinir hittast yfir máltíð og stóra stundir í lífinu snúast oft mat. Íslendingar erlendis sakna líka helst sundlaugana og matarins. En matur er líka sögubók. Hann segir frá því hver við erum og hvaðan við komum. Maður kynnur erlenda vini sína fyrir íslensku mat og fær líka að kynnast þeirra matarhefðum. Á Íslandi eigum við margar gamlar matarhefðir sem lifa enn góðu lífi. Þorramatur og þorrablót sem orðinn einn vinsælasti viðburður í annars löngum janúar. Klassískar pönnukökur á sunnudögum, flattaka með hangikjöti á ferðalaginu, ein með öllu, hvort sem er heima eða á ferðinni. Við tökum lýsi á morgnana og bita harðfisk helst með miklu smjöri er uppáhalds. Og þetta er ekki bara réttir. Þetta eru minningar, þetta er menning og þetta er tenging við upprunann okkar. En á sama tíma er að koma ný kynslóð sem að gefur hefðunum nýtt líf. Ungt fólk sem er að nýta hráefnin á hátt sem okkur hafði kannski ekki dottið hingað til í hug. Og þau eru að nýta hann með stolti og metnaði fyrir íslenskri sögu og menningu. Og í raun er þetta bara menningin okkar að þróast, frá húsmæðurum fortíðarinnar til nýrrar kynslóða. Þegar útlendingar hugsa Ísland, sjá þeir náttúru, fjöll, fossa og eldgos, en þeir sjá líka hreina og ósnorta ímynd. Í nýjustu könnun ferðamálastofu sögðu 97% ferðamanna að náttúran væri ástæðan fyrir komið þeirra, en meira en helmingur nefndi líka íslenska menningu og Íslendinga sjálfa sem sterkan þátt í ástæðan þeirra. Og þarna kemur maturinn inn. Því hvar er íslensk menning áþreifanlegri en í matnum sem við borðum? Þegar ferðamaður borðar íslenskt lambakjöt sem eru alist upp á fjöllum eða út í grænum haga eða smakkar fisk sem var veiddur sama dag, þá finnur hann Ísland á disknum. Hann upplifir hreinleikann, náttúruna og gæðin allt í einu bita. Íslensk náttúra er aðdráttaraflið en menningin og maturinn styrkja ímyndina sem sést klárlega á því að Ísland er þekkt fyrir fjölbreyttar afurðir eins og könnun Íslandsstofu hefur sýnt skora matur þar hæst. Þannig að matur er orðin rödd ímyndar Íslands án þess að segja orð. Og þetta er ástæðan fyrir því að íslensku landbúnaður skiptir meira máli en margir gera sig grein. Heldur er hann burðarás í því að viðhalda menningu og ímynd Íslands. Hversu marga ferðamenn laðar réttirnar eða hinn einstaki íslenski hestur og græna orkan sem ræktar svo mikið af mat fyrir okkur og heldur heimilum okkar heitum allan á sér sving. Bændur, sjómenn og framleiðendur eru í rauninni menningarverðir. Þeir viðhalda gildum sem ekki er hægt að flytja inn. Traust, hreinleika og tengsl við landið okkar. Og það er það sem ferðamenn finna þegar þeir smakka Ísland. Þegar við drögum þetta saman, þá er þetta allt frekar einfalt. Matur er menning, menningin mótar ímyndina og
ímyndin er það sem við skiljum eftir okkur í huga annarra. Og þess vegna skiptir máli að við veljum íslenskt og við eflum íslenskt. Ekki bara vegna bragðsins, heldur vegna þess hvað það segir okkur sem þjóð. Ef að matur getur mótað ímynd þjóðar, hvernig getum við þá haldið áfram að móta og efla íslenska matarmenningu saman? Snakkaði bara fyrir mig. Takk fyrir þetta, Stella. Landbúnaður jú agrikultúr, eins og ykkur sagði. En næstur á svið maður sem þrátt fyrir að yfirskrift dagsins í dag öll úr sömu sveit, þá hann eiginlega maður úr öllum sveitum. Ættaður úr Húnaþingi og Skaftafellssýslum, eyddi sumrum í Húnavatnssýslu og Eyjafirði, starfaði hjá Mjólkurfélagi Reykjavíkur og síðar Bændasamtökum Íslands í hartnær 20 ár. Núna kominn á annan stað á borðinu og kaupir búvörur frá fjölda bænda í hverri viku. Við erum að tala Tjörva Bjarnason, framkvæmdastjóra Matlands, með erindið Tölum sveitina og seljum meira af íslenskum búvörum. Tjörvi, gjörðu svo vel. Kærar þakkir og til hamingju með dag landbúnaðarins. Takk fyrir að bjóða mér. Tjörvi Bjarnason heiti ég. Hún kynnti mig inn margir eins og nýraðan gamlan mann. En ég nú ekki orðið 50, svo það komið fram. En ég rek sem sagt Matland, sem rúmlega 30 ára gamalt fyrirtæki sem selur upprunamerktar matvörur. Ég ætla svona aðeins að fara yfir svona hugmyndafræðina og segja ykkur frá því sem við erum að gera. Gildi upprunamerkinga og þess að segja söguna á bakvið framleiðsluna og spyr líka hvernig svona þörf fyrir þetta á markaðnum að við segjum svona frá vörunni og svo ætla ég aðeins að svona segja ykkur frá hvernig við höfum nýtt tæknina við það að selja vöru sem upprunamerkt bændur og oft í litlu magni og svo ætla ég svona í lokin aðeins að kjarna sem út frá mínum bæjaturum hvað felst í sérstöðu íslenskra búðar. Byrjum þá ballið. Þetta hann Hilmar, kollegi minn, við erum tveir sem rekum þetta batteri og erum með aðsetur á Hrísateg í Laugarneshverfinu. Margir hafa komið í ísbúðina sem hérna beint á móti. Svo Téður Sigurður pilsumeistari sem var hérna í myndbandinu áðan, hann þarna í hverfinu. Hann var í þessu lókali sem við erum í og við byrjuðum eiginlega okkar rekstur undir hans verndarvæng, afhentum vörur þar. Svo þegar grænmetiskössunum fjölgaði, það eina vörunum sem við seljum, þá ákvað nú kjötmeistarinn að færa sig yfir götuna og hann fór í húsnæði sem frú Lauga var í áður. Og upphafleg hugmynd með Matlandi var að þetta væri miðill. Okkar bakgrunnur úr fjölmiðlum og kynningarstarfi. Ég hafði verið hjá Bændasamtökunum og Bændablaðið í fjölda ára og Hilmar hafði verið jafn lengi að gefa út Greipvæn, Reykjavík Greipvæn, 19 ár. Og hann var að hætta á svipuðum tíma og ég og við setjumst niður og mótum þessa hugmynd með þriðja manni sem og svo að sinna öðrum erindum. Og hingað eru komnir og það sem hefur gerst á þessum tíma að svona búvörusalan og maturinn hefur yfirtekið hina hugmyndina að miðillinn svona heila komið svona í auka hlutverk en auðvitað byggir hugmyndin á því að við erum að segja sögu með því að koma upplýsingum á framfæri til neytenda í gegnum miðil, fjölmiðil. Þetta húsnæðið okkar á Hrísateg og þetta þannig að þetta ekki verslun, við tillum okkur ekki sem búð, það engin formlegur opnunartími og en vefverslunin náttúrulega opin allan sólarhringinn alla daga ársins og
við stöndum fast á því að við ætlum að reyna að hafa svona svolítið frjálslegan vinnutíma og erum ekki bundnir við svona búðarborð. Þannig að svona í kjarnanum og það sem að aðferðin við kaupinu, það segir ykkur aðeins betur því að eftir að fólk fer inn í svona sjálfsafgreiðslurými og næri sínar vörur. Aðeins meira því að eftir. En við sem sagt segjum frá því hvaða maturinn hvaðan hann kemur, hverjir framleiða vöruna, það eru bændur og framleiðendur, hvernig varan framleidd, hvaða aðferðir eru notaðar. Svo eru ýmsar aðrar upplýsingar vörurnar sem gaman að koma fram með og bak við eiginlega allar vörur einhver saga og það bara svona mismunandi vinklar sem hægt að segja einhverja einustu vörum á segja. Og hringi síminn það minnir mig á bændafund hér, gömul saga sem örugglega margir hafa heyrt. Þegar Jón Bjarnason var í pontu, Steingrímur Jóð satt aftast í salnum og svo byrjar að hringja hjá Jóni og hann tekur hérna og svo finnur hann símann og rosalega hástilling, svarar, horfir svo í augun á Steingrími þar sem hann satt að hringja í Jón. Nú allt hætt að titra. Ég setti minn á silent. Nú hver þörfin fyrir allar þessar upplýsingar? Það nú svolítið sem ég að predika yfir þessari kirkju hér að þið náttúrulega vitið alveg hvað ég að tala og þetta eru meira að segja gamlir frasar frá gömlu góðu bændasamtökunum, fæðuröryggi og matvælaöryggi. Það eru auknar kröfur bara upplýsingar og aðgengi að upplýsingum og fólk vill fá heilsusamlega vörur, ferskar og hreinar vörur. Margir vita orðið meira sýklalyfjaónæmi en þeir vissu fyrir 10-15 árum síðan þegar við byrjuðum að hamra á því hér í bændahöllinni. Nú eru notuð eiturefni í framleiðslunni, í frumframleiðslunni, verið að sprauta akrana eða hvað. Nú, loftslagsmálin eitt og sjálfbærnin, þetta allt hugtök sem að neytendur þekkja orðið mjög vel. Og það að gefa upplýsingar, það spornar í raun og veru við matarsvindli, segi ég, það eykur gegnsæið og sem allra hagur. Og svo það líka þetta að fólk vill efla innlenda framleiðslu og kaupa úr nærumhverfinu. Það vill ekki ná í vörurnar langan veg og veit hvað það þýðir. Ég ætla að brjóta þetta upp með smá myndum. Hérna grænmetisbíllinn að koma með grænmeti til okkar. Hann Birgir frá Sólskins, þetta hann Gunnar, ræktar lífrænar kartöflur í Landeyjunum. Notar ekkert eitur eða annað. Þetta vél sem herfi sem tekur arfan hjá honum án þess að skemma grösinn. Við vorum að skoða þetta og við segjum þessa sögu þegar við erum að selja kartöflurnar frá Gunnari. Nú þetta lítil lokal og lítill sirkus, þetta matland og við erum bara í litlu húsnæði þarna niður á Hrísateg. Þar setjum við saman þessa grænmetiskassa sem svona okkar helsta vara og þeir fara svo í dreifingu. Við erum með eitt svona kassa í viku sem að sjálfsögðu alíslenskur, innlent grænmeti sem í season þann tíma og við erum að dreifa með Piccolo til dæmis sem svona afgreiðslustaðir sem þið hafið séð í Reykjavík. Það svona lítil hús þar sem þú kemst inn með kóða og getur sótt inn kassa og við afgreiðum svoleiðis líka hjá okkur. Svo erum við með heimkeyrslu og seljum svolítið út á land af grænmeti og við höfum svona, það ánægjuleg okkur hefur tekið einmitt víða á landsbyggðinni þar sem að framboð á íslensku grænmeti kannski ekki eins gott eins og í Reykjavík. Þá fólk ánægt með að fá það nýjast og ferskasta. Nú aðeins nánar var þetta því ég ætla að segja frá hvernig þessi viðskipti fara fram. Þetta getur held ég verið svona módel fyrir fleiri að fara í en auðvitað mun þetta geti yfirtaka sölu á búvörum. Við erum bara, þetta svona eitt púsl í stórri mynd og við erum að þróa leið fyrir bændur til þess að vera svona nátengdari neytendum. Og við sem að störfum við þetta, við höfum báðir svona metnað til þess að bændur fái greitt hærra verð fyrir sína vörur, betra verð, fái sanngjarnt verð fyrir sína vörur. Og það neytendur, þeir
þeir eru tilbúinir að borga fyrir góðar vörur sem eru framleiddar með góðum aðferðum. Og verslunin eiginlega alveg alfarið á netinu, og sem töluvert hringt og svona, og svo mætir fólk á staðinn, og þegar við erum þarna niður á Hrísateg þá opið og fólk getur komið inn og keypt. Við afgreiðum pantanir samdag og segja daginn eftir, og sölukerfið sem á netinu, það tengt við svona hurðabúnaðinn hjá okkur, þannig að þú færir í raun og veru kóða sem að þegar pantunin klár þá getur þú komist inn hjá okkur, og það opið eiginlega á milli 8 og 11 á kvöldin. Það orðið svolítið partur sem ég heyri að fólk að forðast umferðarteppurnar í Reykjavík, þannig að það svolítið trafík að fólk kemur bara í rólegheitum og sækir sína vörur á kvöldin. Við erum með útgeiðslu á höfuðborgarsvæðinu og hún ekki vaxandi, það svona okkar tilfinning og það kannski ágætt. Það dýrt að stunda útgeiðslu, hún bæði mannaflsfrek og svo náttúrulega þetta að vera að keyra út borg og bý. Samskip sjáum að keyra fyrir okkur út á landsbyggðina. Og svo svona, við erum með áskriftarkerfi líka sem eins og í grænmetinu, að fólk gerist áskrifandi, fær ákveðin skammt bara í hverju viku eða 2 vikna fresti mánaðarlega. Og þetta svona söluform sem við viljum auka og verðveitnum að við förum í þetta í kjötinu líka. Við höfum bara hreinlega ekki haft nógu mikið vistarlega tíma í sólarhringnum, en svo höfum við heldur ekki haft alveg nóg framboð af kjöti alltaf. Þannig að við erum rof í frambúðinu og þá erfitt að vera með áskriftina. Það hefur gengið mjög vel í grænmetinu. Við erum að fara á stað með kaffiáskrift, þar sem við erum með kaffi frá íslenskum kaffibræðslum. Svo erum við aftur með svona afhendingardaga sem eru þá auglýstir fram í tíman, og eitt dæmi til dæmis núna daginn, þar sem við vorum að prófa í fyrsta sinn að selja heila dilka eftir flokkun. Við vorum að bjóða vorum með 30 skrokka í sölu og auglýsum það bara vel, og þeir voru flokkaði niður, EU eða R, og í fituflokkun 2 og 3. Útskýrum þetta svolítið og svo náttúrulega þetta kaupa mismunandi þunga skrokka, og þetta bara alveg þræl skemmtilegt. Og eykur umræðu og menn pæla svolítið í þessu. Það fólk sem vilja feitt kjöt og aðrir magurt. Þetta var sjálfsögðu líka búið að hanga eins og svona, þannig að þetta gekk bara vel og var ekki mikil vinna fyrir okkur. Tæknin alveg fyrir hendi að gera þetta. Svo þetta bara allt fyrirfram selt og ég veit hvað selt og hef svo samband og fæ þetta sent og afhend þetta bara samdægus eða á auglýstum degi hjá okkur. Svona erum við líka að selja sérstaklega svona frá bændum það sem meira svona einhver stykkjavara. Sjá hvort þetta virkar, það myndband sem við setjum í loftið. Það ekki að meira upp. Þegar viðskiptavinir eru búinir að kaupa vörur á matlandi, þá geta þeir fengið vöruna afhenta á ýmsa vegu. Við sendum út á land, við bjóðum heimkeyrslu, við dreifum grænmetiskössunum á pikkolóstöðvarnar, en svo bjóðum við upp á að sækja vörurnar hingað niður á Hrísateg þar sem við höfum aðsetur. Þegar þú ert búin að kaupa vörur og velur að sækja þetta niður á Hrísateg, þá sendum við þér SMS þegar varan tilbúin og hún komin í frysti, kæli eða í hillur, og þú fær 6 stafa aðgangskóða sem gengur hérna að hurðinni. Þú getur komið á milli 8 á morgnana og 11 á kvöldin og sótt þínar vörur. Velkomin til Matlands. Svo annar vinkill sem ég langar svona að segja frá. Það þetta að selja upprunamerkta vörur sem eru bæði í boði fyrir neytendur á smásölumarkaði og til veitingamanna. Og við höfum aðeins verið alveg frá byrjun verið að selja sömu vörur inn á veitingahásamarkaði og til neytenda. Og þá getur gestur og veitingastað fengið þar upplýsingar frá þjóninum að lambið sem hann með á disknum fæst hjá okkur.
Við getum sagt að lambakjötið sem við erum að selja í Matlandi, það hérna á matselinum hjá Dill, til dæmis núna þessar myndir. Vox sem nautakjöt frá okkur og þetta hérna mjög skemmtileg svona tenging. Við erum að selja grænmeti á Edition hótelið, búin að vera þar til dæmis alveg frá byrjun. Þeir eru alltaf með sama stöffið og í grænmetiskössunum. Flokkarnir eru ánægðir að fá eitthvað sem svona kemur óvart og vita ekki hvað þetta er ekkert mikið magn. En þannig losnum við hérna, allar svona umframbyrðir. Við erum aldrei með neitt afgang og setjum aldrei með neina sóun. Það skemmtilegt. Og það var talað samvinnun á hann, við langaði svona líka til að einhverja á mikilvægi hennar. Og fyrir okkur sem erum að stofna svona lítið fyrirtæki og erum að selja búvörur, fyrst og fremst, og við séum líka með fisk og fleiri vörur. Að við hefum ekki getað sett þetta svona stað nema með bara mikilli aðstoð frá þessum litlu aðilum og líka stórum aðilum sem að starfa í greininni. Og hérna, ég setjum bændurna hérna fyrst á listan því að þeir horfðu tilbaka svona, maður getur aðeins brosað í kampinn, við varum alveg með kvíðan út í maganum einhvern tímann í byrjun, þegar vorum að kaupa fyrstu nautin, við þetta gangu, svolítið háar tölur og við vorum ekki með mikla svona fjármunum á milli handanna. Svo bara gekk þetta og fór að stækka og vaksa og menn svona unnu með okkur. Þannig að það bara það sem skiptir öllu máli. Ég nefni hérna Piccolo sem hefur verið að þróa sína tæknilausnir í samvinnu við okkur. Brauð og Kó að dreifa núna grænmetiskössum í svona tilraunaverkefni. Og kokkar sem hafa verið að fá hráefni hjá okkur, þeir eru að láta okkur hafa uppskriftir sem við látum síðan á vefinn og ýmislegt svona. Það er náttúrulega kjötskurðarfólkið. Með alveg hörku gott samstarf þar. Og svo í lokin nefni ég nú vin og fjölskyldu og ekki síst hérna þá sem kaupa okkur. Það svona líka tengslanetið og þannig dreifum maður svona orðrómum. Og hérna svo í lokin að það sem ég til vera kannski bara lykilatriði í sölu á búðurum í dag íslenskum þetta að bjóða vandaðar vörur sem eru einstakar. Og við getum skilgreint í raun og veru sérstöðuna í svo mörgum vinklum eins og ég nefndi áðan. Fyrsta lagi það upprunnin og bara það að sé íslenskt náttúrulega mjög gott og eins og með merkið sem að Stella sagði okkur frá íslenskt staðfest og aðgreining frá útlöndum. En það líka hægt að fara dýpra og tæknin alveg fyrir hendi og við getum alveg gert það. Við getum selt lambakjöt sem úr Þingeyjarsýslunni eða úr Skaftafelssýslunni og með ýmsum svona variasjónum. Og svo þetta með hversu lengi kjötið látið hanga, hvernig að verka, hvernig eru bitarnir, hvernig hanteringin, flokkunin, fóðrunin, aðbúnaður gripa, dýravelferð. Þetta allt hlutir sem bara neytendur hafa mjög mikinn áhuga á. En það þarf bara að svona bera þetta á borð fyrir þá. Og ræktunaraðferðir bænda og þeirra fagmennsku, það annað sem og ég sé búin að vera lengi í þessum landbúnaði að gera, að rennur svona upp fyrir manni þegar maður farin að kaupa vörurnar af mörgum, hvað þetta allt misjafnar vörur. Það hafa allir sín sérkenni. Nautakjötið bara ekkert alveg eins á milli bæja til dæmis. Það eru ákveðin einkenni sem eru þarna og það hægt að segja frá þeim og lyfta því. Endalausi möguleika segja. Svo sýnt ég eina myndi bara af vöruúrvalinu af heimasíðun okkar núna. Það þarf náttúrulega alltaf að vera að kynda lestina og við erum alltaf að vera að koma eitthvað nýtt, fólk að leiða á hlutum og svo náttúrulega líka svona seasonin Núna lambið og við erum með nokkur hreindýr í sölu til dæmis núna sem í forsjálu jólainnkaupunum eru að láta sjá sig á okkur. Og svo vildi ég bara í lokin mynd sem ég tók núna í sumar fyrir utan tilefni dags landbúnaðarins, það bjart framundan, það ekki allt í steik. Þetta svo það komið fram, þetta steik sem frá Hvammi. Þetta gripur sem hún hét Bogga, ég segi nú ekki svo mikið frá, en það ákveðin viðskiptavinur sem vill vita nöfnin, veitingamaður hérna í bænum, og hann sendi mér þessa mynd. Og þetta glæsilegt kjöt, En þetta var kannski miklar upplýsingar, ég veit það.
En kæra þakkir, kíkið endilega á síðuna okkar og komið í heimsókn á Hrísardaginn. Mér vantar meiri vörur okkur, þannig að þið nipið í mig eða þið vitið eitthvað gott. Takk fyrir, kærlega. Takk fyrir þetta, Tjörfi. Eftir að hafa þurft að vera gaurinn í bændasamtökunum sem gaf rauða spjaldið, þá veit hann að horfa ekki í þá átt þegar tíminn að renna út, en kæra þakkir fyrir þetta. Næst ætlum við að fá upp á svið aðeins sem kemur aðeins úr annarri átt. Við erum búin að heyra núna aðeins frá svona eftirspurn frá neytendunum, hvað neytandinn óska eftir og hvernig við erum í rauninni að svara þessu ákalli frá neytendum. En þá kemur spurningin, starfsumhverfið og þær reglur sem að landbúnaðurinn að starfa eftir, það til þess að styðja við þetta loka markmið að koma vörunni til neytandans á þann hátt sem að neytandinn vill. Næstur á svið maður sem kemur norður úr Eyjafjarðarsveit. Hann þekkir kima eftirlitsiðnaðarins frá ýmsum sjónarhornum, hafandi starfað í gæðamálum í matvæla- og lyfjageiranum, kynnst störfum á vettvangi ESA og starfa nú sem sjálfstæður ráðgjafi í hliðarstarfi við skógarbúskap í Bárðardal. Við bjóðum velkomin á svið Karl Karlsson, sjálfstætt starfandi ráðgjafa hjá Einni heilsu, sem flytur okkur erindið eftirlitsiðnaðar og starfsumhverfi. Hægt að gera betur. Gjörðu svo vel, Karl. Takk, Margrét. Á 6 mínútum þá ætla ég að nýta sviðsljósið til að stuttlega teiknimynd sem birtist mér þegar ég er að skoða þessar glæður og ég var utan mér að nota fyrir svona eftirlitsiðnaðurinn sem hefur neikvæða merkingu. Og spurningin hægt að gera betur, svarið augljóst kannski, en það sem sagt í uppsiglingu á mínum bæjarnum séu mikla breytingar í eftirlitsiðnaðinum. Það sem á að einfalda, þannig eru líka sem birtist eftirlitsstólum, sem eru þá bændur, það eru fyrirtæki og það geta verið smáframleiðendur. Það sem búið að leggja upp með sem sagt að leggja niður heilbrigðiseftirlitssvarið og þetta gert á skýrslu, þetta matvælaráðuneytið og umhverfisráðuneytið að vinna saman. Og þarna vil ég sem sagt hefja þetta samtal. Þessi skýrsla sem sagt nýleg. Þarna birtist eitthvað mér. Og eins og þetta birtist mér, gömur ef í eftirliti, þá þarna svolítið hinn fullkominn stormur í uppsiglingu. Mikilvægt að þeirra aðilar sem bjóða mér hingað, sem eru bændasamtök, samtök, smáframleiðenda, það geta verið konkurrenssamtökin, menn séu vakandi fyrir því hvað að gerast og aktíft stígi inn í það sem framöndan. Þessi skýrsla sem ég vísa til er byggð á þá upplýsingum sem kallað eftir frá fyrirtækjum, bændum, smáframleiðendum. Ég þarf ekki að lesa glæðurnar, en fyrirtækin þau lýsa veruleika sem að þessi eftirlitsiðnaðs hugtak kemur svo fram. Þau eru ekki sátt. Þeim finnst eftirlitið íþyngjandi. Þeim finnst það ekki einsleitt. Ef þú ert að reka einingar í 2 eftirlitssvæðum, þá finnst þér eins og eftirlitið birtist þér ekki eins. Það að túlka reglugerðina á mismunandi hátt. Tíðni eftirlits ekki eins. Eftirlitsstaðilar þeir leiðbeina á mismunandi hátt og útkoma eftirlits getur verið út og suður. Í stuttu máli. Þannig að fyrirtækin, svo sannarlega í þessari skýrslu, og þetta þekki ég líka bara, þau eru ekki sátt. Þannig að það er eitthvað þarna sem má vinna með og ræða og reyna að skilja betur. Bændurnir, þetta er líka, þarna erum við meira að tala aðbúnaðar eftirlit Matvælastofnunar heim á bæjunum. Þessi glæra hún endur ómar fund sauðfjárbænda og þar er kvartað undan því einmitt að eftirliti sé ekki eins og jafnvel faglegheitum og svar Matvælastofnunar þá vantar fólk. Þetta er oft svör bara að það vantar bara mér fólk. Og þetta er dagsetningin 23 og 23 tók Ríkisendurskoðun út Matvælastofnun. Út úr því þeirri vinnu kom bara mjög góð skýrsla
Og eitt af því sem þeir bentu á hreinlega var að Matvælastofnun setur sér markmið fjölda eftirlitsheimsókna og hafi ekki náð því ár eftir ár eftir ár. Og það eru ýmis tilmæli í þessari skýrslu og sum þeirra eru mjög góð. Það er að tala áhættumat, að menn snýri sér stakk eftir vexti og meti stöður tilgangi með eftirlitinu. Ekki autopilot stefni að gera x mörg eftirlit á hverju ári, náði því svo aldrei og kvarti svo undan manneklu til að geta sem sagt haldið áfram default tíðni eftirlit sem er byggt á áhættumati sem að Matvælastofnun framkvæmdi 2018. Þannig að það vantar meira fólk til að gera meira eftirlit en niðurstaðan þarna. Þetta er kannski leiðilegasta glæran í dag, en það sem við sjáum þarna, ef við lítum á, þarna eru tegundirnar, fjöldi eftirlits, semst heimsóknir heim á bæi. Það er verið að fara í hellinga eftirliti og niðurstaðanar alvarleg frávik eru hverfandi í flestum tilfellum. Og ef við horfum þarna niður eða upp til hægri þá er sem sagt fjöldi, tíminn sem fer í eftirlit, rúmlega helmingur eða 2/3 fari að hafa eftirlit með hrossabændum og heim- og sauðfugum. Og grunni hvers þá ef það er ekki vandamál, alvarleg vandamál, ár eftir ár sem komum fram í tölum Matvælastofnunar. Þetta er frá 20. Þannig að þetta eru opinber gögn birt á vef Matvælastofnunar og fjalla bændurnar, hvað þá með fyrirtækin. Áður í fyrirtæki sem sagt þá ef við tölum það vanti fólk, þetta er fólki sem í dag er að sinna þessu eftirlit. Varðandi matvælafyrirtækin, ef við horfum á alvarleg frávik, þá eru þau hverfandi. Og akkur erum við þá með háa tíðni eftirlits, allavega augljóslega vantar ekki meira eftirlit, nema eftirliti sé svona lélegt. Það sé bara ekki að gera réttu hlutina. Og það er krafa í löggjöfinni, hún sé áhættumið. Það er krafa, þú setur stöðugt að endurmeta tilganginn með eftirliti og það er krafa væntanlega ofan frá pólitíkinni að x milljónir skal nýtast þar sem mest í ávinningurinn er. Og menn ekki hauslaust haldi áfram að gera sömu hlutinu og vantar bara meira fólk til að gera meira, til að kreista einhvern stein sem í þessum tölum birtist mér að sé bara þurr, skiljið. Þetta eru líka tölur þá bara áskýrslu, næstu 24. Svo megum við ekki gleyma þessum litlu aðilum sem var líka kvarta undan eftirliti, meira kannski leiðsögn og þarna held ég að pólitíkin og regluverki verði bara að taka og setja þetta fólk í sér poka. Þessi fyrirtæki, þau eru hans eðlis. Neytandi sem kaupir af smáframleiðenda, hann verður bara að gera sig grein fyrir því að þetta er sem sagt öðruvísi iðnaður. Eftirlitið verður að sníða sér stakk eftir vexti þegar það er að taka út smáframleiðendur. Þetta er oft bara í eldhúsinu heima. Þetta getur verið sultur, þetta er ekki áhættuvarendilega. Og ég, með mína þekkingu og reynslu, bæði hafa verið í eftirliti hjá smáframleiðendum og verið að aðstoða þá. Þeir skilja ekki þegar við erum að tala um áhættugreiningu og þeir skilja ekki eftir að þeirra gæðahandbækur og allar þessar skráningu þá er ég saman þeim. Þetta þarf einhver að þrýsta á upp í gegnum pólitíkina, taka þessi samtöl við þá sem er að sníða þessar reglur og er í eftirliti til þess að einfalda veruleika smáframleiðenda. Þetta er þá kannski eitthvað til að taka spjallið við pólitíkina. En semst eftirlit, alls ekki umfram þörf, við erum ekki að fara að eyða peningum og tíma eftirlits og aðila sem taka við eftirliti. Það er engin ástæða og við sjáum að útkoman er ekki að bæta einhvern ástand sem þetta standa. Það þarf að vera einfalt og við getum líka safnað fullt af upplýsingum á þess að fara ekki út í feltin. Það koma dýr í slátur, sauðfé, getum við bara hort á hver er að senda léttustu skrokkana eða sendir aldrei fullorðin. Förum bara þangað, látum bara vera. Óreinir gripir í slátur, stórgripir. Kíkjum þar heim á bæi. Við þurfum kannski ekki að fara alltaf þriðja hvert ár í þetta fjós, aldrei neitt að við förum bara saman. Notum fyrir eitthvað tíman og peningana í elsta staði þar sem þetta er að finna þú hugsaðleika sem þetta er að bæta. Og það er krafum að eftirlit sé byggt á lifandi áhættumati. Hagsmunaaðilar þurfa að vera með,
eftirlit og áherslu stjórnvalda mega koma ofanfrá. Í Noregi til dæmis árlega að gefa stjórnvöld til svona leiðbeiningar í hvað eigi að eyða peningunum, hverjar áherslunar eiga að vera. Og markvirkni þýðir sem sagt skilvirkni getur verið 100 eftirlit, þá farið 100 eftirlit og hakkað öll box. Skilvirkni góð, en ávinningurinn eftirlitum kannski lítill. Þannig að allt var gert rétt, en þú varst ekki að gera réttu hlutina. Og þessa hugsun vantar inn í íslenska eftirlitsinnaði. Þannig að ég skilja bara þetta hér. Kærar þakkir fyrir þetta, Karl, mjög fróðlegt erindi sem við getum svo fyllt hér á eftir vegna þess að nú ætla ég að bjóða upp á svið Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins og Kristján Þór Snæbjarnarson, þingmann Samfylkingarinnar. Gjörðu svo vel. Fáið hérna mesta bróðirni, ætlið þið að deila þessum mikrofón, gjörðu svo vel. Heyrist í mér? Já, þarna, glæsilegt. Herðu, kannski bara svona til að byrja, til þess að fylgja þessu erindi eftir, þið sitjið bæði í atvinnuveganefnd Alþingis, þannig að þið farið svo litið með þau málefni sem snúa að landbúnaðinum og þegar verið að gera breytingar á kerfum. Eftirlitsiðnaðurinn gríðarlega stór hluti af starfsumhverfi landbúnaðarins, bæði heima á bæjum sem og í afurðafyrirtækjunum. Þá langar mig kannski að spyrja, því að það hefur verið núna í gangi verkefni þar sem í átt að einföldun á regluverki og ykkar flokkar eiga þann sameiginlegt að vilja fara þá átt miðað við þau mál sem að ráðherrar beggja flokka hafa lagt fram undanfarin ár. Þá langar mig kannski bara að byrja á þér, Guðrún, hver eru þín viðbrögð við þessum skilaboðum Karls að við séum kannski með of mikið eftirlit og það sé kannski verið að einblína á aðra þætti en hvernig var hægt að ná sem mestum árangri? Já, takk fyrir það. Mér finnst þetta mjög fróðlegt erindi, Karl, og takk fyrir. Ég mikill talskona þess að einfalda regluverk og gera það skilvirkara og nú vitið þið flest hver hér inni að ég búin að verja eiginlega allri ævinni við matvælaframleiðslu og ég þekki mjög vel af eigin raun eftirlitið og hvernig það virkar og hef oft verið alveg gapandi og það fyrirtæki sem að ég hef tengst í gegnum tíðina, þar sem hefur verið mjög mikið eftirlit og okkur hefur þótt það gott og eðlilegt. En stundum hefur okkur þótt nóg og við höfum stundum spurt bara að því svo fer maður inn í önnur fyrirtæki, veit ekki þessi annað, þar sem allt í drull og skít og hræðilegt. Og þá spyr maður sig, byrju, af hverju nú ekki verið að eyða orkunni þar, heldur ekki þar sem allt í lagi. Það verið að nöldra yfir því að það vantar sprungin, ein ljósaperi í þessu flúorljósi og eitthvað það fram eftir göttunum. En svo höfum við bara sjálf eftir því að þurfa að innkalla vöru í einu umdæmi heilbrigðiseftirlits en mega að selja í öllum öðrum. Og það segir okkur það gefur manni óöryggi sem að starfa í þessu geira að það sé ekki verið að vinna markvisst. Það ekki verið að vinna eftir sömu reglum, það ekki samræmi og þess vegna styð ég mjög þá hugmynd að við reynum að þétta þetta eftirlit með meiri hætti þannig að það sé fyrirsjáleiki, allir sitja við sama borð og það séu sömu reglur sem gildi fyrir alla, alveg sama hvert starfa landi. Kristján. Hvað segir þú? Takk kærlega fyrir og takk kærlega fyrir að bjóða mér hingað. Það er virkilega
gaman að fá að koma hérna á fund samtakana og ræða þessi mál. Varðandi eftirlit og eftirlitsiðnað og svona þetta fyrirkomulag og bara virkilega áhugavert að sjá niðurstöðurnar hjá Karli hérna áðan. Það er auðvitað mikilvægt fyrir okkar landbúnað eins og aðra starfsemi að hafa góðan gæðastimpil á því sem við gerum og mér finnst það mikilvægt að koma því á framfæri að við viljum mikil gæði í okkar afurðum og við viljum að staðan sé góð, við viljum að dýravelferð sé í lagi og allt það. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli, en það skiptir líka máli að forgangsröðun og eftirlitið þetta sé á réttum stöðum líka. Þannig að sé verið að sækja og fylgjast með það sem að þörf er á. Og ég hef svo sem ekki kynnt mér nákvæmlega þessar niðurstöður meiri í dítel en hér kom fram. En mér finnst alveg mikilvægt að okkar hlutverk er að sjálfsögðu í eftirliti að grípa það sem að miður fer. Á sama tíma er líka mikilvægt að sé þó jákvæmt að staðin sé í lagi og einföldun þarna getur alveg klárlega verið mikilvæg án þess að við séum að taka niður þeim gæðum og þeim gæðastimpli sem að við viljum sjá á okkar afurðum. Og það er auðvitað frábært að sjá að frávikin séu fá og þannig auðvitað viljum við hafa. En þannig að það er alveg hægt að einfalda, það er hægt að gera það betur og skilvirkara en án þess að tapa niður gæðum til þér. Já, aðeins meira í tengslum við þetta, þá hafa bæði samtök fyrirtæki í landbúnaði og bændasamtökin kallað eftir því að þessi fari meira eftir lögum meðal annars hvað varðar áhættuflokkun. Það kom inn í lög 2019 að eftirlit ætti að vera á grunni áhættuflokkunar og áhættumats. Það hefur gengið afar hægt hjá eftirlitsaðilum að klára þetta sem að væri auðvitað góður grunnur til þess að stýra eftirlitinu í rétta átt. En mér langar aðeins líka að spyrja ykkur hvernig þið sjáu fyrir ykkur það sem að Karl kemur inn á. Það er að segja eftirlit með smáframleiðendum og beint frá bíli. Það hefur oft verið kvartað yfir að það mætti liðka til að mynda fyrir heimaslátrun og heimasölu og slíku. Eru þið með skoðun á þessu ef ég byrja á þér, Guðrún? Ég er að sjálfsögum skoðun þessu. Ég held að sé alveg óbúslegt tækifæri í því fyrir bændur og smáframleiðendur á landinu að það sé aukið frelsi hvað þetta varðar og það sé búin til skilyrði til þess eins og þú nefnir, meðal annars heimaslátrun. En við höfum öll verið í erlendis þar sem maður keyrir sveitir og getur keyrt heim á bæi, keypt vörur beint af bíli sem er ótrúlega skemmtilegt og ég ítreka að ég held að við getum hleypt inn svona meiri þrótti og nýsköpun til bænda með því að liðka fyrir. Við getum alveg liðka fyrir án þess að slá á kröfu. Við skulum aldrei gleyma því. Það er nálægðin er mikil á Íslandi, orðið er fljótt að berast. Þannig að ég svona heilt yfir að þá vilja bændur og allir sem eru að standa í framleiðslu, þeir vilja gera hlutina vel. Svo koma auðvitað inn á milli aðilar sem vantar þekkingu inn í sína starfsemi og þá á eftirliti á koma og leiðbeina fólki og aðstoða á öllum mætti. En heilt yfir að þá eigum við að hvetja til þess mikilvæg nýsköpunar á nefnir. Er það, Kristján? Já, þetta er auðvitað, ég ætla bara að taka boltann sem að Guðrún snertum. Varðandi nýsköpun í bransanum þá þurfum við þetta að ýta undir nýsköpun og við þurfum að, ég allan er talsmaður þess að við séum að nýta meira beint frá bíli og þau á framleiðslu sem þar er og mér finnst þetta spennandi vettvangur. Komandi úr sveit að þá veit maður líka hvað er verið að gera í sveitum og á bæjum sem að skipti máli. Og það er ýmislegt sem er í gangi og mjög margt spennandi sem að það er. Varðandi síðan eftirlitið með svona þessi minni aðilum, jú,
það getur alveg þurft að vera með aðeins klæðskera sniðið að þeirri starfsemi og auðvitað bara mikilvægt að fara yfir það og rýna í hvaða kröfur þarf að gera og hvað nauðsynlegt. Án þess, og eins og ég sagði áðan, mér finnst bara mikilvægt að þetta sé án þess að við sem að tapa niður þeim gæðum sem við erum með í okkar framleiðslu og þannig að í raun og veru þetta svo fljótt líka að vinda upp á sig ef að eitthvað fer illa í okkar rekstri að þá getur við erfitt að snúa við. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að þetta sé skilvirkt og aðlaga það því sem að þörf til staðar. Alveg hárrétt og ég held að allir matvælaframleiðendur taki undir það enda byggir þeirra afkoma á því að hlutinni sé í lagi. Maður langar aðeins að skjóta inn vegna þess að í mínu fyrra lífi að það sem við lærðum mest af á sínu tíma að það var í kringu 1980 þá var eiginlega nánast varla eftirlit hér á landi. Og þá náðum við sölusamning við íslenska við ameríska herinn inn á varnarsvæðinu í Keflavík. Þá kynntust við því í fyrsta sinn hvað eftirlit er. Og þeir voru auðvitað að fara að kaupa vöru fyrir hermenn og þá þurftum við að stíga upp frá fyrstu hæð, má eiginlega segja, upp í 20. hæð. Og við lærðum ofboðslega mikið af ameríska hernum og búum enn að því. Þannig að á þeim tíma var eftirlit hér ljósárum á eftir Bandaríkjunum, ljósárum. Þannig að tækifæri eins og þarna sköpuðust bara viðskiptatækifæri gjörbreyttu öllum aðbúnaði til dæmis í okkur. Þannig að bara það að fara inn á nýja markaði og svo framvegis, það kallar á kannski nýtt vinnulag, gera hlutina öðruvísi, en við erum alltaf að læra. Nú ætlum ég aðeins að skipta gír en samt í tengslum við þetta, Kristján, þú kemur aðeins á mikilvægi nýsköpunar og sko ég held til að mynda að það séu svona langflestir á því að hugtakið og vinnan í kringum beint frá bíli og svo sem sagt á stærri skala þar sem fer í gegnum úrvinnslufyrirtæki bænda, afurðastöðvarnar, þetta styður mjög vel við hvert annað. Heita kartafla dagsins auðvitað nýtt drög að frumvarpi sem að boðar breytingar á búvörulögum. Þar boðaðar miklar breytingar á starfsumhverfi landbúnaðarins eins og það þekkist í dag og mun ekki, þetta í rauninni ótengt eftirlitinu en þetta tengist meðal annars nýsköpun, fjárhagslegu svigrúmi til að ráðast í nýsköpun og fleira. Þar lagðar til breytingar á bæði starfsumhverfi í mjólkuriðnaði sem og kjötiðnaði. Mér langar kannski bara aðeins að heyra, Kristján, við byrjum á þér. Þú ert þingmaður Samfylkingar sem situr í ríkisstjórn. Þetta að sjálfsögðu drög í samráðsgátt eins og staðan í dag, en hvernig horfir þetta frumvarp við ykkur? Stendur Samfylkingin algjörlega á bak við breytingar af þessari stærðargráðu eða hvernig sérðu fyrir þér að verða einhverja breytingar? Þetta mál, eins og réttilega kemur inn á, þetta í samráðsgátt stjórnvalda og ekki komið inn í þinglega meðferð. Og það auðvitað þannig að þegar að málin koma frá ráðuneytum eða ráðherrum, þá byrjaðu í samráðsgáttinni og þetta ferli til þess að veita þjóðinni og hagsmunaaðilum svigrúm til þess að komast í samráð þau mál sem verið að fjalla á hverjum tíma. Og þarna komið fram frumvarp sem þá í þessu ferli. Ég held að við náttúrulega í þinginu síðasta vorum við að vinna með breytingu eða frumvarp sem að fjallaði framleiðendafélögin og þann þátt fór ekki í gegn hjá okkur en varðandi breytingar á ferlinu í mjólkinni, ég held að við þurfum að stíga bara mjög varlega til jarðar í þessum hlutum án þess að ég kannski fari eitthvað langt í þessu núna með afstöðu en ég held að það fyrirkomulag sem var sett á laggirnar 2004
Það eru auðvitað ýmsir kostir við þetta fyrirkomulag sem að skiptir máli og ég held að það þurfa að vanda verulega til verka. Og þá vil ég auðvitað segja hér, og ég hef auðvitað fylgst með því sem að Bændasamtökin hafa verið að gera og þið hafa staðið ykkur vel í ykkar hagsmunagæslu og eigi að halda því áfram. Ég held að við þurfum að bara vonandi koma umsagnir frá ykkur í þessum efnum til að fara yfir þetta og þannig að sé að rýna þetta mál vel, af því að við viljum vanda til verka í þessum efnum. Þannig að þetta sé vel gert, það sé ekki verið að grípa til að gera sem að koma illa. En þannig að já, þetta er svona mín viðbrögð við þessu. Guðrún? Já, Kristján talar að vanda til verka og ég ætla að biðja ykkur að vanda til verka svo við þurfum fyrir málflokk. En af því að það var nú frumvarp sem við vorum hér að ræða mikið og lengi vel í sumar þar sem var alls ekki vanda til verka. Nei, þú veist þetta. En Sjálfstæðisflokkurinn er alveg skýr í sinni afstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf staðið vörð íslenska landbúnað og mun gera það hér eftir sem hingað til. Við styðjum samt sem áður öfluga samkeppni. Við viljum sjá umhverfi þar sem að samkeppni er á jafnréttisgrunni og fólk geti átt í viðskiptum á jafnréttisgrunni við hvert annað. Af því sögðu vil ég líka segja að í þeirri breiðfylkingu sem Sjálfstæðisflokkurinn að þar er hópur frjálslyndra markaðssinna. En á sama tíma það líka hópur sem er svona hefðbundinn landbúnaðararfur. Og við finnum okkur farveg þar á milli. Ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að til dæmis þær breytingar sem voru gerðar á mjólkinu á sínum tíma að undan segja þau mjólkina frá samkeppnislögum er umdeilt. En við þurfum líka að vera skynsöm og við þurfum að vera raunsæ. Og við þurfum að horfa á það að íslenskur landbúnaður er að keppa við milljóna þjóðir í allt öðru veðurfari og aðstæðum heldur en þjóðirnar í kringum okkur þurfa. Það er áskorun fyrir þessar stóru þjóðir í Evrópu að ná hagkvæmni og framlegð í landbúnaðarframleiðslu sem og í öðrum vörum. Og það segir okkur það að áskorun er miklu stærri hér á landi. Við getum nefnt sem dæmi að núna eru stærstu mjólkurrisar í Evrópu að sameinast. Arla og DMK, svo ég gleði nú Jenna. Ég gladdi hann á þingflokksfundi daginn þegar ég sagði að DMK stendur fyrir Deutsches Milchkontrolle. Og er einmitt skammstöfun fjármálaráðherra líka. Og einmitt, já, það er rétt. Það er rétt, allir þessi tilviljun. Nei, og það er DMK, stærsti mjólkurframleiðandi Þýskalands og Arla í Skandinavíu. Þessi tveir risar finna sig knúna til sameiningar til þess að ná fram hagræðingu og auka framleiðni. Til þess að bændur geti framleitt og fengi greitt fyrir sína vörur og lifa af sínum búrekstri. Og hvernig sjáum við þá þennan landbúnaði hér fyrir okkur í 400.000 manna samfélagi? Þar sem við erum við náum kannski 3 mánuðum þar sem er svona sæmilegt veður. Það er ekki hægt að líka svo saman. Og ég vil beinlega segja að þessi drög á frumvarpi eru árás á landbúnaði. Ég ætla að leyfa mér að segja það. Við eigum að styðja við landbúnaðarframleiðslu því það er ekki bara það að við viljum að Íslendingar eigi val að kaupa góða, heilnæma og góða vöru, heldur er þetta líka ekki síst spurningum þjóðaröryggi, að hér sé matvælaöryggi og við getum framleitt hér og brauðfætt þjóðina. Já, endilega. Svo að tíminn að hlaupa frá okkur. Já, mig grunar það. En þetta skiptir, það sem að mér finnst skipta langmestu máli þegar við ræðum þessi mál. Eru þetta, og þá er ég ekki að tala þetta frumvarp sem er í samráðsgátt stjórnvalda. En við þurfum
að byggja undir öflugan landbúnað eins og hefur verið og mér finnst skipta mjög miklu máli að við horfum til þeirra þátta, hafandi verið einmitt í sveit og verið búasmæli og allt það, að við þurfum að standa vörð og tryggja að hagsmunir bænda ráði för. Af því að ég veit að staða hjá bændum oft á tíðum ekki sérlega. Mér finnst það skipta máli. Við þurfum að fara yfir það sem við rættum áðan eða var rættum áðan hérna, það var til nýliðun. Það þarf líka að passa upp á að tryggja nýliðun í bransanum sé og verði til staðar. Þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að horfa til þess og við þurfum að standa vörð greinina og eins og ítreka bara að landbúnaður skiptir samfélagið miklu máli. Bæði þegar kemur að fæðuöryggi og matvælaöryggi, þá það bara lykilþáttur fyrir samfélagið að standa vörð hagsmuni. En mér finnst, og bara ítreka, mér finnst skipta miklu máli að hagsmuni bænda ráði för. Þannig að það sem bændur fá fyrir sínar afurðir verði sem mest og þetta staða neytenda verði á sama tíma góð. Takk fyrir það. Nú verðum við reyndar að slá botn í þetta, en já, við skulum ég gerir ráð fyrir því að það séu margir hér sem vilji taka smá spjall við ykkur í kaffitímanum á eftir, þannig að ég hvet ykkur til að hingra við, en annars vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Við bara höldum umræðum áfram og nú vil ég bjóða hingað upp á svið Skafta Örn Ólafsson frá Samtökum ferðaþjónustunnar, Benedikt Benediktsson frá Samtökum verslunar og þjónustu, Sigurbjörg Ottesen sem starfandi kúabændi og í stjórn Bændasamtaka Íslands og Hallgerður Havarsdóttir frá FS Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Gjörið svo vel. Á meðan kom ykkur fyrir þá biðst ég nú afsökur það Hrafnhildur, ekki Hallgerður, ég veit ekki hvað skautaði saman hérna hjá mér. En verið velkomin og takk fyrir að koma hérna og vera með okkur í dag. Mér langaði svona aðeins að heyra í ykkur af því nú komið þið frá mismunandi stöðum úr atvinnulífinu og kannski langaði með þess að heyra frá ykkur svona samspil mismunandi greina. Ef að ég kannski fæ bara að byrja á þér Skafti, af því að það eru mikið samspil á milli ferðaþjónustu og landbúnaðarins. Svona hvaða áhrif og hversu mikilvægt það fyrir landbúnaðinn fyrir ferðaþjónustuna að hafa landbúnaðinn og í rauninni jafnvel öfugt. Og svo myndum við kannski færa okkur yfir til þín Hrafnhildur varðandi menntamálin, hvaða áhrif samspil Fjölbrautaskóla Snæfellinga og landbúnaðarins, þið eru með búfræði nám, ekki satt, og svo taka svona koll að kolli og fá að heyra frá ykkur. Gjörðu svo vel Skafti. Það verið árás á mikrofóninu hérna. Já, ég langar bara að þakka fyrir að bjóða okkur hérna á hana dag og gaman að koma á Hótel Borgarni sem gamall og traustur félagsmaður í Samtökum ferðaþjónustunnar. Ég myndi segja að landbúnaðurinn og ferðaþjónustan eigi svona í rómantísku ástarsambandi og það hafi staðið yfir í langa stund vegna þess að landbúnaður í dag, ég kannski að fullera það ómikið, landbúnaður í dag hann var ekki eins traustur og ef að ferðaþjónustuna nyti ekki við. Ferðaþjónusta bænda á sér langa sögu. Upp á 1970 þá var Flugfélag Íslands sem ásamt bændum og mörgum hófu
samstarf í að bjóða upp á gistingu og það hefur blómstrað heldur betur. Og bara eitt lítið dæmi að Narfastaðir í Reykjadal sem blómlegt fyrirtæki í ferðaþjónustu og bíli. Þegar þeir hófu leika þá var það eini bærinn í dalnum sem af rúmlega 20 bæjum sem var í ferðaþjónustu. Í dag staðan svo að það einn bær sem ekki í ferðaþjónustu samhliða búrekstri eða landbúnaði. Þannig að okkur þykir ofboðslega vænt íslenska landbúnað. Ótrúlega gaman að sjá erindin áðan og hjá Tjörva til dæmis er reglulegur gestur í matlandi, þannig að það farið þarna inn með talnakerfinu og alltaf tekið vel á móti manni. Og ég vil líka segja það að íslenski bændur eru náttúrulega ótrúlega góðir gestgjafar og íslensk ferðaþjónusta og ferðaþjónusta allan heim snýst að taka vel á móti fólki og það gera engir betur en íslenskir bændur. Já, takk fyrir að bjóða mér og til hamingju með daginn. Ég svo sem við erum ekki í landbúnaðarkennslu sem slíkri. Við erum með búfræðilínu, nemendur geta valið sér farið náttúrulegarbraut, búfræðilínu, verið 2 ár hjá okkur í Grundarfirði og farið svo á Hvanneyri, erum með samningu við Hvanneyri og orðið búfræðingar. Það hefur ekki gengið vel að fá nemendur til að taka þetta nám. Það hafa 2-3 byrjað, ekki klárað. Ég heyrði í morgun, við erum að velja núna fyrir næstun að það var einn búinn að skrá sig og ég vissulega að reyna að vekja athygli á þessu. Við erum náttúrulega ekki mikið landbúnað hér að orðið á Nesinu, við erum meira í ferðamannaþjónustunni, vissulega. En ég held að kannski þurfa bændur að fara í svolítið svona brandingherferð, að selja unga fólki hvað það að vera bóndi og hvaða möguleikar eru í þessari atvinnugrein. Ég er sjálf fædd og uppalinn sveit. Og ég held að bændur þurfi að poppa þetta svolítið upp. Ég held að. Því þetta er ekki bara svo var fyrir halvöld þegar ég var alls upp í sveit. Við vitum það öll. Svo þurfum við líka bara, því ég get alveg skipt hatt að ég átti veitingahús í 8 ár. Og hvað er það að segja, framleiðslan, hvernig þeir sem taka við kjötinu frá okkur, hvernig það unnið úr því og sett í búðir. Við sjáum það alveg, þetta er ekkert endilega að hafa neytenda vænir bitar sem verið að selja. Unga fólki vill ekki fá þessu heilu læri, það vill litla bita. Það hittar ef við mikið batnað, en betur má að tjóðskal. En allt annað, tók smá sveifli, en ég vona að ég geti fengið ykkur til að fara í búfræði, ég vona það. Rosalega glömmið, en þetta er ekki það sem fólk hefur áhuga á þetta, því miður. Já, ég held að sé alveg að taka undir það. Það er auðvitað þannig að ég er nú ekki með nýjar tölur, þannig ég ætla ekki að fara með einhverja nýjar upplýsingar, en ég held að staðan sé sirka bát svo að 60% af matarkörnum eru íslenska vörur og þar af eru það bil 40% landbúnaðarvörur sem eru að miklu meiri hluta íslenska vörur. Mér langar samt miklu meira til að tala hvernig í raun og veru önnur viðskipti fyrirtækja og okkar vegum snerta bændur, því að það eru auðvitað þannig að fyrirtækin okkar eru selja bændum eldsneyti, bændur eru mikilvægir viðskiptavinir þeirra, þeir selja þeim áburð, heyrúluplast, það eru auðvitað þannig að bændur eru mjög mikilvægir viðskiptavinir ýmissa fyrirtækja sem að stunda slíka sölu, svo er bílgreinin hjá okkur líka og þar á meðal tölur fjöldi verkstæða sem að bændur þurfa stundum að sækja, kannski ekki alltaf með mikilli ánægju en nauðsyn. Það eru auðvitað vinnuvélasalar hjá okkur sem að eru þá að selja bændum, gerir ég ráð fyrir fyrst og fremst dráttarvélar og ýmsar heimilisluvélar. Og svo man ég bara eftir ég held að man nú ekki hvort að vera í maí eða apríl sem að ég þurfti einmitt að heyra í félagsmanni sem að einhver vöruflutningafyrirtæki á Vík í Mýrdal, Vigfús Páll, og hann hafði enga tíma til að tala við mig að því að hann var að flytja áburð til bænda.
Þannig að ég vildi kannski bara nota tækifærið, sko, við erum ekki bara dagvöruverslunar samtök, heldur erum við með svona ýmsa snertifliti við ykkur. Aðeins, Sigurður, sko, það sem að Hrafnhildur kemur inn á varðandi svona, hvað maður segja, erfiðleika við nýliðun. Við erum auðvitað búin að horfa á þetta í svolítið langan tíma og ekki bara hér á Íslandi. Þetta er auðvitað viðfangsefni landbúnaðar í öllum hinum vestræna heimi að tækifæri ungs fólks eru mun fjölbreyttari í dag en þau voru kannski áður fyrr. Hvernig, sko, þið fóruð í gegnum kynslóðaskipti á ykkar búi. Hvernig svona lítur þetta út fyrir þér varðandi nýliðunina og hvernig við getum svona hvatt fólk í að fara í landbúnað? Já, takk fyrir þetta. Þetta er bara mjög góð spurning. Á mínu mati, ef ég á að svara því mjög einfalt til þess að ætla að viðhalda eðlilegum kynslóðaskiptum, þá verður náttúrulega bara afkoman í greinina að vera í lagi. Við getum ekki boðið eða ætlast til þess að, ég ætla ekki að segja ég sé gömul, en mér yngra fólk vilji koma inn í greinina, vinna 365 daga á ári, allan sólarhringinn og standa uppi með afar lítið á milli handana. Það eru bara, skiljanlega leitar fólk í annað og það eru bara gerðar aðrar kröfur en þegar við vorum börn. Og börnin okkar gera aðrar kröfur og við viljum veita þeim önnur tækifæri. Ásókn í land, það er nú eitt sem er líka og þyrfti raunin að girða fyrir að við séum ekki líka að slást það, hvað það varðar. En til þess að geta viðhaldið eðlilegum ættliðaskiptum og að komi ungt fólk inn í greinina og að búfræðina og verði spennandi kostur, þá náttúrulega bara verður afkoman að vera í lagi. Sko, við höfum einmitt heyrt mikið af þessu að það er svona aðsókn í land og menn telja margir að það muni einungis aukast á næstu árum, jafnvel til þess að fara í verkefni eins og kolefnisbindingu og annað. En svo kemur auðvitað spurningin af því að landbúnaðurinn er líka að þróast og breytast. Við erum að sjá fleiri eða fjölbreyttari greinar eða fjölbreyttari nýtingu á þeim afurðum sem landbúnaðurinn gefur af sér. Þetta tengist svolítið, við erum annars vegar með menninguna og þessa sterku tengsl við ákveðna bita. Lambalæri á sunnudögum er ofboðslega mikið íslensk menning. Náttúrulega aðeins að koma inn á menningarvinkilinn til þín Skafti. Menningin er auðvitað risastór þáttur af ferðaþjónustu allan heim. Sko, sérð þú fyrir íslenskt culinary matarframleiðsla er svona tiltölulega nýtt konsept. Sérðu eitthvað svona vöxt í þessu eða heyrið þið af því að þetta sé eins og Stella sagði að ferðamaðurinn sé að sækjast í íslensk matvæli? Algjörlega og bara klárlega. Við höfum oft sagt það svona þegar ferðaþjónustan tók flugi fyrir svona 10 árum, byrjaði að fara í alvöru flug, þá síðan þá ætli sé ekki svona 1000 veitingastæður um allt land. Ætli séum ekki að fæða erlenda munna svona 20 tonn af kjötinu ykkar, mjólkurafurðum, grammeti og fiskinum líka. Horfði á yfir salinn. En allt helst þetta í hendur og við höfum líka séð matamenninguna gjörbreytast. Þetta konsept beint frá bíli, þetta er náttúrulega eitthvað sem við bara þið eigið, landbúnaðurinn á og ef ekki væri fyrir ykkar vörur þá held ég að matarmenningi væri ekki eins blómleg og við varum ekki komið með Michelin-stjörnur á Íslandi, við varum ekki og allt helst þetta í hendur, virðiskeðjan sko. Við getum ekki fengið sushi á Seyðisfirði nema út af ferðaþjónustunni og matnum sem að við verðum að framleiða sem er í fremstu röð. Og þannig ég myndi segja að við höfum ótrúlega mikil tækifæri þarna inni. Við höfum séð frábært dæmi fyrirtæki sem eru bæði í landbúnaði og ferðaþjónustu, Friðheimar, frábært dæmi.
geggjað dæmi. Vogafjós, annað dæmi, svo getið lengi talið, Kaffi Kú og út allt land ferðaþjónustan og landbúnaður að taka höndum saman og saman höfum við stuðlað að svona einhverri öflugustu byggða aðgerð sögunar og það þurfti ekki stjórnmálamenn til. Yfirskrift dagsins þú stoppar mig bara, ég ekki tala endalaust, yfirskrift dagsins erum við öll úr sömu sveit? Já, klárlega, en við erum misvel í sveit sett, vil ég segja. Því að við erum að berjast við, við ferðaþjónustunni, við höfum barist við COVID og við höfum barist við náttúruöflin og svo framvegis, en það er líka erfitt að berjast við stjórnmálafólkið. Þetta eru mannanna verk sem við erum að eiga við. Þannig að við pólitíkusana sem hérna í salnum, á öllum ásnum, farið varlega gagnvart landbúnaðinum og ferðaþjónustunni. Hrafnhildur, mér langar aðeins að koma með færa þetta yfir til þín. Þú ert náttúrulega í kringum ungt fólk alla daga og svona gaman að segja frá því að ég var bara að hlusta á eitthvað hraðvarp á leiðinni þar sem það var í tal barst gamli góði fiskbúðingurinn í dós og menn voru að veltaði fyrir sér hvort að ungt fólk hefði til dæmis borðað þann mat. Sérð þú svona á unga fólkinu sem er í kringum þig? Eru þetta aðilar sem veigra sér einmitt við að neyta þessa gömlu góðu íslenska vara? Heldur þú að fólk kunni ekki að elda þessa stóru bita eða þann mat sem að við kannski ólumst upp við að neyta? Til dæmis bara kjötsúpan. Maður heyrir það að ungt fólk treystir sér ekki alveg að kaupa súpukjöt þegar það kunni ekki að búa til kjötsúpu. Hvernig upplifir þú þetta? Já, ég held að sé rétt að þau kunni ekki og treysti sér ekki til og þeir nokkur sem búin að nefna hérna lambalæri á sunnudögum. Ég veit ekki, ég held að það sé pínu mýta. Hvað lambalæri á sunnudögum orðið á mörgum heimilum? Hafið þið spáðið, náttúrulega þið vantilega borðið allir lambalæri, en í alvöru, ég að því ég er búin að vera í skólakerfinu, þá tek ég svolítið til skólamötuneytina og því miður og þegar lamb að það fer svolítið í ruslið á krakkunum að því þau ekki vön að borða lamb. Skelfilegt að segja það en til að segja það samt. Af því að kannski það bæði að því það er dýrt, unga fólki kann ekki elda og það er fljótlega að kaupa eitthvað tilbúið, pizzu eða pasta eða kjúkling. Þannig að börnin ekki að læra að borða lambakjöt. Ég ætla bara að segja þetta. Og í mötunni í skólanum hjá mér, framhaldsskólanum Grundari, við erum að borða sama mat og grunnskólakrakkarnir borða í Grundari, það er sameilt eldhús og það er bara mjög sjaldan lambakjöt og það er kannski bara því það er ekki eftirspurn. Benedikt, kannski framhaldið þess að þessu, talað unnin matvæli, við sjáum það í skýrslum frá landlæknisembættinu og varðandi neyslu Íslendinga að hún er að breytast. Verðið þið var við þetta shift, þessa breytingu að fara meira í tilbúin matvæli og svo erum við líka svo breytingar innan landbúnaðarins. Það eru breytingar frá einni kjöttegund yfir í aðra og þá kemur heita spurningin. Hvernig stöndum við okkur í því að svara þessari breytta neyslumynstri? Ég fenni stundum að hugsa bara að er þetta svona uppgjörsfundun? Erum við kynslóðin sem að játa að við brugðumst? Ég held að einhvern tímann sauðst látur fyrir börnin mín, Ég fattaði það ekki, ég hef aldrei gert það áður og viðbrögðin voru andlit. Þannig að kannski þetta bara við sem bregðast. En ef ég reyna að svara spurningunni, já, það kannski ekki nýtt að það verði breytingar á kauphegðun eða neyslu. Það bara verkefni smásöluna bara hvernig einasta degi. Og þetta ekki að vera einfaldara því að bara hlutir eins og áhrifavaldar sem við vitum ekki af en eru að tala við börnin okkar, að þeir hafa áhrif, hvort sem kemur að neyslu á matvælum eða blómum eða fatnaði eða hvað það er. En það virðist hafi verið svo að allavega, það virtist þegar að til dæmis Eldum rétt opnaði, þá kom bara í ljós, það var til staðar á markanum svona þörf fyrir svona einfaldari leiðir fyrir vísitölu fjölskyldurna til þess að takast á við úlfatímann og
við höfum orðið vör við það að bæði svona framboð á tilbúnum réttum og einmitt bara hráefni í ykkur og fljótlega eldamennsku að aukast og það mikil eftirspurn eftir því. Það sem að kannski líka má segja innan verslunarinnar, það eru nokkuð mörg ár síðan að menn fóru að fylgjast með hvað var að gerast erlendis, þar sem að neysla á hvítukjöti var að aukast en lamba nautakjöti og svo framvegis var að dragast saman og menn sáu þetta ekki í tölunum hér, en þetta virkilega að fara að koma fram hér. En svona, ég nefnt sem dæmi, sko, íslenski neytandinn samt svolítið seigur, sko. Og ég var til dæmis að hitta kollega frá Danmörku bara í síðustu viku, þar sem að upplýst var það að þegar að verða matvöru fór hækkandi þá datt kjötneysla bara alveg niður. Og fólk fór að neyta skóamatar og hinna á þessa. En íslenski neytandinn miklu seigari, hann lengur að tilenga sér breytingar nema unga fólkið. Aðeins til þín Sigurbjörg, við ræddum aðeins hérna eftirlit og ég ætlum ekki frá mjög djúpt í það í þessum liðan, en langar samt að spyrja út frá bændamikilum. Finnur þú aukið álag, af því að við heyrum ofta bændur tala að skriffinnska sé allt í einu orðin stór hluti af þeirra starfi. Finnur þú þetta eigin skinni eða er þetta mýta eða hvernig upplifir þú? Er þetta ekki bara allt verkefni? Svolítið sem þarf að vaða í. Jú, ég ætla nú ekki að segja að ég sé búin að vera bóndi í 100 ár, en vissulega held ég alltaf svona, jú, verkefnum okkar að fjölga. En varðandi það sem þú ert að tala svona, þetta regluverk, þá langar mig kannski bara að koma pínulítið inn á það, en við búum á eyju eins og við vitum og hér liggja ekki að okkur landamæri. En okkur samt gert að starfa eftir reglum sem snúa að því að við mögulega getum verið að flytja lifandi gripi á milli yfir landamæri. Við búum ekki við þar aðstæður en samt þurfum við að starfa eftir reglunum eins og aðstæðurnar séu slíkar. Talandi og íþyngjandi regluverk, heimavinnslan. Það eitt sem að risastórt sem að samtök smáframleiðenda hafa náttúrulega bent mikið og var rætt hér bara áðan. Gullhúðunin, það líka svona bara eitt sem við þyrftum kannski aðeins að ræða og mér langar bara að benda á meistaraverkefni Hafþórs Ingólfssonar sem hann skilaði núna síðastliðið vor gullhúðun EES-gerða og það sem snýr og þetta snýr eingöngu að landbúnaði. En varðandi fjöldaverkefna þá það nú bara þannig að það ekki bara svoleiðis að við tökum það bara á kassan. Við vinnum það bara á kvöldin. Stjórnmálamennirnir í salnum geta punktað niður hjá sér þessi atriði. En svona bara rétt að lokum, það væri gaman að heyra frá hverju ykkar svona hvaða tækifæri sjáið þið fyrir ykkur í nánustu framtíð, af því að yfirleitt þegar menn að tala svona tækifæri í landbúnaði þá það svona já, eftir 50 ára getur þetta alveg svona hinsegin. Í nánustu framtíð, hvað sjáið þið fyrir ykkur sem svona tækifæri landbúnaðarins í tengslum við þær atvinnugreinar sem þið komið frá eða í menntamálum eða annað? Við byrjum á Benedikt. Já, ég á nú kannski erfitt með að tjá mig menntamálin. Ég held að það verður að vera ykkar viðfangsefni en sko ég held allavega svona með við bara hvernig verslunin að þróast, þá það í raun og veru tvennt sem að svona getur breytt leiknum og það annars vegar bara vöruþróun sem tekst vel og svo hins vegar bara þessi hlúða ímyndinni. Og ég kannski stel hérna á orðum forstjóra fyrirtækis hjá okkur sem að vísu komið til orðið nokkuð gamalt en með mjög góða stöðu á markanum hérna heima þegar hann sagði það að við settum okkur það markmið 5% af veltunni hjá okkur á hverju ári kæmi frá nýrri vöru. Og þetta eitthvað sem hann hefur raungerst hjá honum hérna í allir sé ekki 5-6 ár og það kannski þessi hugsunarháttur sem ég myndi vilja smita ykkur af. Já, ég myndi kannski fyrst varðandi okkur ungu kynslóðuna. Ég svona tel mig vera þar, ég sá á samfélagsmiðlum í gærkvöldi ungar konur í Garðabæ vera að taka slátur. Þannig ég held að framtíðin sé alveg björt sko. Ég held að þetta komi aftur sterkt inn þessi gamla matargerð. En ég myndi segja að framtíðin
væri björt. Ég held að samstarf ferðaþjónustunnar og landbúnaðarins sé bara rétt að byrja. Við höfum mikið inni, við höfum séð alveg frábærar sögur út allt land. Lítil búð við Stuðlagil sem selur bara vörur beint frá bíli úr héraði, heldur upp einu starfi. Við sáum á Vesturlandi, það var einn bóndi sem ákvað að byrja að sýna dýrin sín og að bjóða ferðamönnum að í rauninni bara að gefa þeim gras og horfa á þau og svo bakar hann brauð fyrir þau. Það var að velta 80 milljónum á síðasta ári, bara að gera þetta. En ég held að það sé ótrúlega tækifæri í landbúnaði og ferðaþjónustu, en við þurfum staðan en við þurfum að vanda okkur, bæði við sem störfum í greininni og þið að tala unga fólkið og menntunina í landbúnaði, við erum líka spáðið í ferðaþjónustu. Að ungt fólk sjáu sér framtíð og farborða í íslensku atvinnulífi eins og ferðaþjónustu og þá landbúnaði og þá þarf menntun að vera til staðar, störfin þurfa að vera til staðar og reksturinn þarf að vera tryggur þannig að það sé ekki endalaust kvöld og helgavinna og ætla að ná endum saman. En ég held að framtíðin sé björt og vil segja bara eitt að lokum að við mátt í óbúslega góðu samstarfi við bæði bændasamtökin og fleiri með verkefni eins og góðu gestgjafar sem við vorum með fyrir nokkrum árum, verkefni Sumarilmur sem var fyrir nokkrum árum líka, geggjuverkefni, við erum alltaf að segja sögur, við erum að segja sögur í landbúnaðinum, í ferðaþjónustunni, við erum að bjóða upplifun og hvað er þetta að upplifa Ísland betur en í íslenskri sveit? Já, ég sé að kannski get ég verið með nýsköpunar og frumkvöðlabraut í skólanum hjá mér, kannski get ég reynt að ýta undir að þau fara að búa til einhverja nýsköpun í sem tengist ferðamannaþjónustu og landbúnaði. Þar sé ég alveg möguleika. En ég verð aldrei að fjöldaframleiða búfræðinga, ég má bara senda 3 á hvað eitthvað þannig lað og ég rosa glöð að fá einn, en ég verð svona að því að við erum að tala nýsköpun og þurfum að nefna slátur. Þá verð ég að skjóta eitthvað með slátur. Við gerum slátur alltaf, bara svona eins og amma okkar gerði, af því að það var bara, þessi basic hráefni og salt, punktur, af því við áttum ekkert krydd. Næst þegar gerir slátur, pröfið að setja út í eitthvað annað, setjið út í að silli, setjið út í að hvítlauks, setjið út í að rósmarín, setjið út í að súkkulaði, eða hvað ykkur finnst gott. Að þetta er náttúrulega bara villibráð. Hættum að hugsa alltaf og tala bara gamla matinn, það má alveg breytast okkur upp. Bara svona að því við erum að tala nýsköpun, þá var ég skjótu sað. En takk. Takk fyrir það. Svo við gefum kúabóndanum loka orðin. Hvað segir þú með tækifærin í nánustu framtíð? Þegar stórt spurt. Nú ætla ég þá kannski bara að fá að nota tækifærið og segja hvert ég sé stærsta tækifærið í því sem ég lifi og hrærist í allan daginn, en það er nautgriparæktin. Hvað varðar kyngreining á sæði, það er fínt orð sem þið eflaust margir spyrja sig hvað þýði, en þetta var mjög langt frá okkur. Þegar ég kem inn í bændapólitík þá var þetta mjög fjarlægur draumur sem hefur nú raungerst. Bara þetta kemur við bæði mjólkina og nautakjötið og svo ég tali það bara á Reykjavíkur máli, en þá hraðar þetta erfðaframförum og þá flýtir maður fyrir því að rækta, flýtir maður fyrir því að fá hraðar fram þá eiginleika sem maður vill rækta fyrir. Við eigum stóra möguleika þarna í nautakjötinu með því með blendingsræktun og ættum að ná fram meiri afurðum á hvern grip. En annars er ég bara mjög björt, ég ætla bara að vera það, þó að við fáum af og til tuskur í andlitið og eins og var sagt árásir á okkur, en það er ekkert bara fulla ferð áfram. Þetta eru flott lokar, kærar þakkir. Þá bið ég Trausta Hjálmarsson, formann Bændasamtakanna, að koma hér upp og slíta fundi. Takk.
Já, kæru gestir, þið sem heima setið, allir sem hafa tekið þátt hér í að gera dag landbúnaðarins að þessum frábæri degi, takk fyrir þáttökuna og takk fyrir komuna og takk fyrir áheyrnina heima. Mér langar bara til þess að skilja eftir aðeins skilaboð af því að við erum svo lánsum að vera með pólitíkusa úr ýmsum áttum hér í salnum og örugglega heima að fylgjast með líka. Þegar við ræðum málefni landbúnaðarins og erum að taka ákvarðanir landbúnaðinn, þá langar við til þess að gerast svolítið gamaldags og það er sennilega bara nýsköpun að verða gamaldags og vitna í aldamóta ljóð Einars Benediktssonar að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja án þekking hins liðna sést ei hvað er nýtt. Það er ástæða fyrir því að hlutinir eru eins og þeir eru. Og það er ekki hlaupið svo auðveldlega í að breyta þeim, eingöngu til þess að breyta þeim. Og það er líka ekki þannig að við byggjum undir vöxt og hagsældi íslenskum landbúnaði með því að brjóta niður það sem er til þess að skapa ný tækifæri. Sköpum ný tækifæri. Degi landbúnaðarins er slitið.